Lárus, til hamingju, bara geggjaður leikur, bara þið farið upp og þið farið niður en þið náðu að klára þetta undir lokin. Hvernig fyrsta tilfinning bara strax eftir leik? Það var rosalega sveiflukenndur leikur og í rauninni voru við bara heppnir að vinna hann leik og Fjölnir voru komnir bara á eld fyrir utan þriggjastaðlínuna í seinni hálfleik og sérstaklega Sörd og þegar þeir eru komnir í þennan gír og bara við hittum reynda frekar vel í seinni hálfleik líka og það eiginlega bjargaði deginum og sóknarfrákost. Getur þú talað um hversu mikilvægur maður sem Motley bara þið þurftu að bíða lengi eftir honum en mér sýnist hann hafa bara með þessu eina play undir lokin að skila því sem þú varst að vonast til, eða ekki? Já, hann kemur með ákveðna ró og svo kannski hann líka bara svona dæmigerða bandaríska ígildi sem getur skipt á skrínum og svona aktífur kring körfuna og hann næran svona þessum lykil frákvöldum sem skipta máli. Það virðist bara að hann náði bara besta frákastinu sem skipti öllu málinn til lokin. En lítur líka á svona hvað þarf að bæta meðan þið komist 17-18 stigum upp og missaði frá ykkur í svæðisvörn Fjölnis. Hvað fannst þið klikka það? Voruð þið bara ekki að láta bolta ganga? Það sem mér fannst klikka í okkur var ekki sóknin á móti svæðisvörn, heldur vörnin. Þeir skoruðu 32-34 stig öðru leikluta, við skoruðu 20 og það á að vera nóg til að halda sjó þá bara að vera nóg til að halda sjó. Það alltaf leiða einn lélegan leikluta en ef að lið skorar þeir 82-4 stig á móti þér átti vandræðum. Nú eru þið komin blóð á tennur þar. Ég meina, hvaða leikserið fyrir þér að vinna næst? Við eigum KR á mánudaginn og það náttúrulega bara heimaleikurinn sem allir voru að bíða eftir. Heimaleikurinn, já, en fyrir okkur eiginlega bara allir leikir í henni frá þér úrslitaleikir. Bara alveg sama á móti hverju það er. Já. Herru, bara til hamingju með sigur. Takk fyrir það.